Aldrei hafa fleiri afplánað dóma á Íslandi fyrir manndráp eða tilraun til að ráða öðrum bana. Breyttur fangahópur kallar á breytta starfshætti, segir fangelsismálastjóri. Þannig að þetta hefur tvímælalaust áhrif á öryggi í fangelsum. Mikil eyðilegging blasir við Gaza-búum sem snúið hafa aftur til heimkynna sinna í tugþúsundatali í dag. Hjálparstofnanir segja verkefnið sín á Gaza rétt að byrja. Það er óhjákvæmilegt að setja ný útlendingalög og stöðva stjórnleysi sem ríkir í málaflokknum, sagði formaður Miðflokksins við setningu landsþings í dag. Hann gerði þjóðrækni og heilbrigða skynsemi að leiðarstefi ræðunnar. Nýr formaður var kjörinn á landsþingi Þroskahjálpar í dag. Hann segir forgangsmál að styrkja og efla samtökin allt land. Komiði sæl. Hátt í 30 afplána hér á landi vegna manndrápa eða manndrápstilrauna og hafa aldrei verið fleiri. Fangelsismálastjóri segir að breyta hafi þurft starfsháttum fangelsa vegna þessa og fjölga fangavörðum. Alvarlegri verða afbrotin ekki, þannig að þetta svona, það er ákveðin áhætta fólgin í því að vista fólk sem hefur verið dæmt fyrir ofbeldisbrot og það krefst bara svona sérstakrar aðgæslu, myndi ég telja, bara með hliðsjón af öryggi í fangelsum. Þannig að þetta hefur tvímælalaust áhrif á öryggi í fangelsum. Það sem af er þessu ári hafa jafnmargir verið dæmdir fyrir manndráp og samtals síðustu 4 ár þar á undan. Alls hafa 22 verið dæmdir fyrir manndráp síðustu 10 ár. Dómar fyrir manndráp hafa verið fátíðir, oftast 1 til 3 á ári. Ekki er hægt að merkja breytingu á lengd dóma, þó manndrápsmál hafi verið hrottalegri síðustu ár. Það sem af er þessu ári hafa 7 verið sakfelldir fyrir manndráp. Af þessum 7 hafa 2 hafið afplánun fyrir brotið, 2 voru metnir ósakhæfir og sæta öryggisgæslu og óvíst er hvort allir 3 sem voru dæmdir í Þorlákshafnarmálinu áfríi. Þá standa fyrir dyrum réttarhöld í 2 manndrápsmálum. Samtals afplána 29 manns í fangelsum landsins vegna manndrápa eða tilrauna til slíks. Þar að veru 11 vegna fullframinna brota, 17 vegna tilrauna til manndráps og 1 vegna hlutdeildar í manndrápi. Af þessum 29 eru 22 Íslendingar og 7 útlendingar. Það hafa aldrei svo margir dvalið í fangelsum landsins vegna slíkra afbrota. Þessu til viðbótar sæta 9 gæsluvarðhaldi vegna grunns manndráp eða hlutdeild í því og þá eru 13 á reynslulaust vegna slíkra brota. Birgir segir að mikil breyting hafi orðið á þeim hópi sem vistaður er í fangelsum og það kalla á breytingu á starfsháttum fangelsa. Að sögn Birgis eru birtingarmyndirnar ýmsar, til dæmis er sífellt meiri þörf á að aðgreina fanga. Við þurfum að vera með sérstakar ráðstafanir þegar einstaklingar hafa sýnt af sér slíka háttsemi, þannig að þetta birtingarmyndin getur verið aukin mönnun. Þetta bara gerir svona allt saman, allan reksturinn svona töluvert þyngri, myndi ég telja. Hefur semst þurft að bæta við fólki, fangavörðum eða öðru starfsfólki vegna þess að fleiri sitt inni fyrir þessa tegund brota? Já, það er hægt að slá því föstu að svo er. Er farið að vera algengar að það þurfa að halda mönnum hvor frá öðrum? Já, ég held að þetta er svona orðið snúnara, held ég megi segja. Já. Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, velkomin hingað til okkar. Já, við höfum séð fjölgun í manndrápsmálum undanfarin ár, 8 í fyrra og 4 þar sem af er þessu ári. Já, hefur eðli þessara mála eitthvað breyst? Í raun og veru hefur svona félagslegt eðli þessara mála ekki mikið breyst á síðustu árum. Við erum með svona stærstan hluta geranda sem eru karlar og þeir eru að drepa aðra karla. Að konur drepi eða séu drepnar er sem sagt þátíðara, en svona kannski aðeins aukningi í því svona allra síðustu ár. Svo kannski vekur líka að það eru svona fleiri börn og ungmenni sem komum við sögu þessara mála, bæði svona sem gerendur og þolendur. Og síðan varðandi svona tengslin á milli aðila, tengsl á milli gerenda og þolenda, það hefur í sjálfu sér ekki mikið breyst heldur. Þetta er mjög mikið svona, fjölskyldu, vinatengsl, kunningjatengsl, vinnufélagar, eitthvað slíkt, sem eru þarna á ferðinni og ef við skoðum svona verknaðar aðferðirnar, þá að þær í sjálfu sér heldur ekki mikið breyst. Þetta er mjög mikið svona eggvopn, barsmíðar, kyrkingar.
Skotop komu sögu en alls ekki eins algeng og svo annað líka einkenni sem viðloðandi mörg þessara manndrápsmála en það eru sem sagt svona áfengis og vímuefni sem koma oft við sögu og svo kannski líka með þessi mál almennt síðan þá svona upplýsast það yfirleitt frekar fljótt. En hvað útskýrir þessa fjölgun? Já, það stór spurning og sem nauðsynlegt fyrir okkur að reyna að varpa einhverju ljósi á. Það kannski svona fyrst að hafa í huga að í svona fámennu samfélagum eins og okkar þá megum við búast alltaf við einhverjum sveiflum á milli ára og við höfum gengið áður í gegnum svona hrinu vandrápa eins og til dæmis í kringum aldamót sem síðan gekk tilbaka. En það samt svona dálítið svona umhugsunarefni fyrir okkur í svona þessi samfélag að umskiptin miklu í þróun manndrápa í Íslandi svona urðu í kringum 2020. Það að segja frá aldamótum og til 2020 þá erum við með svona jafnaði 2 manndráp á ári en frá og með 2020 fram á þennan dag þá erum við að sjá mikla aukningu. Við erum að sjá raunverulega sko 4 manndráp á ári að jafnaði og í fyrra þá vorum við alls 8 manndráp. Þannig að þar erum við að sjá talsvert mikla aukningu. Þetta sem eftir að skoða allt ofan í hjölinn. Já, en við þurfum þetta svona staldrað við hvað þarna í gangi. Það ýmislegt í gangi. Við erum með breytta samfélagsmynd, það ekki eins mikil einsleitni. Við erum búin að fara í gegnum COVID og hugsanlega svona rof í aðgengja félags- og heilbrigðisþjónustu. En við skulum kannski bara vona það að þessi hrina gangi til baka, hún reyndur orðin aðeins löng því miður og það áhyggjuefni en við skulum vona að hún gangi tilbaka eins og hún hefur gert áður. Helgi Gunnlaugsson, takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Tugþúsundir Gazabúa hafa vitjað heimkynni sinna í dag eftir að vopnahlé hófst á Gaza í gær. Í rústum borga og bæja þó lítið skjól að finna. Sameinuðu þjóðirnar vonast til að hefja stórfelldan flutning hjálpargagna strax á morgun. Siamo appena entrati nella striscia di Gaza, siamo nell'estremo sud. Abbiamo attraversato il valico di Kerem Shalom e ci stiamo dirigendo nel sito di distribuzione degli aiuti alimentari verso la città di Rafah, ovvero quello che resta, le macerie. Fréttamaður svissneska sjónvarpsins var meðal fjölmiðlamanna sem komust yfir á Gazaströndina í morgun. Í 2 ár hefur Ísrael meinað nær öllum erlendum blaðamönnum aðgang að Gaza. Samtök erlendra blaðamanna á Gaza, Vesturbakkanum og í Ísrael skoruðu í dag á Ísraelsríki að veita fjölmiðlafólki tafarlaust óheftan aðgang að svæðinu. Margir voru á faraldsfæti á Gaza í dag á öðrum degi vopnahlés. Samkvæmt almannavörnum á Gaza hefur 500.000 íbúa Gazaborgar í norðri snúið afturþangað síðasta sólarhring. Borgin þó rústir einar. هذه غزة اللي بقت غزة هذه حياة جايين لا دور لا مكان نتقوى فيه بالصغار وخشين على الشتاء لا أكل لا مية ولا شرب من امبارح لليوم مش ملاقين أطفالنا نتفة مية تشربها. Ástandið litlu skárra í Khan Yunis sunnar á Gaza. اللي نستنى فيها بس يقولوا وقف اطلاق النار عشان نروع بيوتنا ومدينتنا إنه يعني نقدر نسكن بس للأسف الشديد يعني أنت شايف كيف الحياة يعني ما خلونا ما نسكن فيه ولا خلوا حياة ولا خلوا حاجة. لعبة بنتي من تحت الركاب لأنه فيش ألعاب وبنتي بتطلب لعبة فهي لعبتها جبتها لها مليح إنها ضلت. Í rústunum hafa einnig fundist lík en þúsunda Gazabúa enn saknað. Sameinuðu þjóðirnar og hjálparstofnanir eru í viðbragðsstöðu að hefja flutning á matvælum og hjálpargögnum til bástadra þeim bíður ærið verkefni. There is a famine in Gaza City and we have to fight that famine with food and nutrition supplies. Diseases are spreading and winter is approaching. We have to fight that by bringing in blankets, winter clothes, shelter, tarpaulins and tents and making sure that the medical system is equipped to fight the spread of diseases. And that's just the beginning. Sameinuðu þjóðirnar vonast til að geta hafið stórfelldan flutning hjálpargagna til Gaza á morgun. Íslendingar verða ná stjórn á eigin landamærum. Þess vegna óhjákvæmilegt að setja nýju útlendingalög og stöðva þannig stjórnleysið í málaflokknum. Þetta sagði formaður Miðflokksins í setningaræðu landsþingsflokksins í dag. Hann segir að það vanti nýja ríkisstjórn með tengingu við raunveruleikann. Ríflega 200 mann sitja landsþing Miðflokksins sem fer fram í Reykjavík í dag og á morgun. Hápunktur dagsins var ræða formannsins þar sem hann kom víða við en útgangspunktar ræðunnar voru þjóðrækni og heilbrigð skynsemi.
Sigmundur Davíð sagði í ræðu sinni núverandi og fyrrverandi ríkisstjórnin hafa gert mörg fyrirsjáanleg mistök, eins og að álpast inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins og eyða óendanlega miklum peningum skattgreiðanda í borgarlínu, svo fátt eitt sé nefnt. Sigmundur Davíð sagði einnig að öflugt velferðarkerfi og opin eða lek landamæri væru ósamrýmanleg. Miðflokkurinn hefur talað fyrir heildstæðri stefnu í innflytjendamálum. Það er óhjákvæmilegt að setja ný útlendingalög sem taka mið af raunveruleikanum. Fyrsta skrefið er þó að stöðva stjórnleysið. Ísland er í betri stöðu til þess en nokkur önnur vestræn þjóð. Flóttamönnum ber að sækja hæli í fyrsta örugga landinu sem þeir koma til. Taka þurfi á umfangsmikilli misnotkun og veitingu dvalarleyfa vegna svokallaðra sérfræðileyfa. Sigmundur Davíð vill að samin verði ný aðalnámskrá frá grunni og leggja í áherslu á iðnmenntun hér á landi. Hann sakar ríkisstjórnin innihaldslausar yfirlýsingar og umbúðamennsku. Við þurfum nýja ríkisstjórn. Stjórn með raunveruleika tengingu og heilbrigða skynsemi. En við þurfum það sama í sveitarstjórnum. Og nú líður að kosningum. Á morgun verður kosið í hinn ýmsu embætti Miðflokksins en mikill áhugi hefur verið á kosningu varaformanns. Bergþór Ólason sem nýlega hætti sem þingflokksformaður gaf kost á sér en dró framboð sitt til baka nú síðdegis. Þingmennirnir Ingibjörg Davíðsdóttir og Snorri Másson sækjast bæði eftir embættinu. Nýr formaður Þroskahjálpar var valinn á landsþingi félagsins í morgun og málþing þjónustu við fatlað fólk var haldið á Grand Hóteli. Notandi þjónustunar segir mörgu þar ábótavant og tími sé kominn til að stjórnvöld gera eitthvað í málunum. Guðmundur Ármann Pétursson var kosinn formaður Þroskahjálpar. 2 buðu sig fram, Guðmundur og Ingibjörg Gyða Guðrúnadóttir, en þetta er í fyrsta sinn í sögu Þroskahjálpar þar sem fleiri en einn býður sig fram til formanns. Fara yfir og setja kursinn inn í komandi mánuði og það bara í fullur tilhökkunar og þakkláttur fyrir traustið. Og hver verða svona forgangsmálin til að byrja með? Við þurfum að fara yfir margt og skoða en rafræn skilríki að þjónusta sé veitt og svo ætlum við bara svolítið að fara inn á við og styrkja félagið okkar, samtökin og efla og þurfum að gera það líka út all land. Eftir hádegi fór fram málþing á vegum Þroskahjálpar sem bar nafnið betri þjónusta fyrir fatlað fólk. Þar var lögð sérstök áhersla á hvernig betri þjónusta við fatlað fólk geti stutt við mannréttindi og þátttöku þeirra í samfélaginu. Ólafur Snævar Aðalsteinsson sótti málþingið og segir heilmikla áskorun fylgja því að þurfa að treysta á þjónustu fyrir fatlaða. Hann samdi ljóðum vangaveltur sínar sem var spilað á málþinginu. Ég vakna snemma. Ég má ekki missa ferðaþjónustunni. Ferðaþjónustan kemur 20 mínútum á snemma. Ferðaþjónustan kemur 20 mínútum á seint. Ég þjónusta þjónustuna með því að vera tilbúin á öllum tímum. Seint og snemma. Já, ég svolítið að gagnrýna þannig stjórnvöld að gera eitthvað í málunum. Þannig að það er bara computer says no, en þessa ætlum við að breyta. Menn hafa skákað í því skjóli að það er eftir að klára kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga á meðan bara verður fólk eldri og fær ekki í sína þjónustu og það er náttúrulega ekki boðlegt. Allt frá íslenskum nemendastuttmyndum til stórmyndar frá Kazakstan má finna á dagskrá alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar PIF sem fer fram í Ísafjarðarbíó helgina. Hátt í 50 myndir víðsvegar að úr heiminum eru á dagskránni en þetta er í 5. sinn sem hátíðin fer fram. Og Ísafjarði þar er Halla Ólafsdóttir okkar kona og hún er mætt í bíó, ekki satt? Já, og það er heilmikið í boði hér í Ísafjarðarbíó helgina og þeir sem vilja geta líka kíkt til Súðavíkur þar sem hluti hátíðarinnar er. En hér er núna í gangi eitt af stuttmyndaprógramum hátíðarinnar, við ætlum aðeins að kíkja inn. Þetta er mynd frá Belgíu, en við ætlum ekki að trufla of lengi, heldur fara bara og finna hérna einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Denni, þetta er metnaðarfull hátíð hjá okkur í ár. Já, heldur betur. Fólk ætti að geta fundið allt við sitt hæfi. Og margir sem sóttu að fá að taka þátt. Já, við fengum 1200 umsóknir í ár sem er bara sprenging og af þeim völdum við 48 myndir. Hvaðan af úr heiminum. Hvað var það sem ykkur langaði að sýna Ísfirðingum og
þeim sem búa hérna í næsta nágrenni? Já, við vildum bara geta veitt gestum og ísverðingum tækifæri að sjá myndir frá ýmsum löndum, bara sögur sem eitthvað annað en þessar amerísku bíómyndir. Já. Og það eru margir sem fylgja myndunum, fólk kemur líka aðstæðan úr heiminum. Já, með þessum myndum fylgir hópur af fólki hvaðan úr heiminum, sem dæmi frá Kazakstan, dæmi Pólandi, Kanada, Þýskalandi. Já. Og er þessi hátíð komin til að vera? Algjörlega, meðan við höfum meðbyr í bænum og góða styrktaraðila, þá munum við halda áfram. Alveg klárlega. Já, frábært. Og hátíðin er ekki lokið, hún verður hér líka á morgun, svo það er ennþá hægt að skella sér í bíó. Takk fyrir þetta, Halla Ólafsdóttir í Ísafjarðarbíó. Þó að Kaldrananeshreppur sé ekki fjölmennur eru þar flestar sundlaugar á landinu miðað við höfðatölu. Verkefnastjóri Brothættra byggða segir hreppinn vel í sveit settan til að efla atvinnutækifæri og laða til sín yngra fólk. Þetta er náttúrulega þessi dæmigerði hefðbundni íslenski sjávarbær. 122 búa í hreppnum samkvæmt tölum þjóðskrár. Þar af búa 70 á Drangsnesi og flestir íbúarnir eru í eldri kantinu. Við erum því miður aðeins og fámenn til þess að svona flokkast undir að vera stór bær en við teljum okkur vera rosalega stór. Ævitríð það snýr öfugt hjá okkur, þannig að við erum svolítið að vonast til þess að geta fengið hingað atvinnu og fengið hingað fólk. Verkefninu var hleypt af stokkunum með velsóttum íbúafundi þar sem íbúar hreppsins fóru yfir tækifæri og áskoranir. Lögð var áhersla á að auka framboð húsnæðis og fegra bæinn. Við erum náttúrulega með heitt vatn sem aðrir í kringum okkur öfund okkur svolítið af og við vonumst til þess svolítið að það sé uppbygging í kringu það. Hún getur verið margvísleg. Við erum gróðurhús eða einhvers konar eldi. Það er auðvitað ekki bara það heldur líka ferðamannaiðnaður. Hér er afskaplega falleg. Hann bendir á að víðar séu tækifæri í hreppnum en á Drangsnesi. Til að mynda sé Bjarnarfjörður vinsæll áningarstaður ferðamanna. Og það er sundlaug nr. 2. Við erum með 2 sundlaugar. Við erum ábyggilega með flestu sundlaugar per höfuð á landinu. Kraftur í Kaldrana er samstarfsverkefni hreppsins, Vestfjarðarstofu og Byggðastofnunar. Þetta er 16. slíka verkefni Byggðastofnunar og á að standa næstu 5 árin. Helsta óvissan er fólgin í að nú standa yfir sameiningarviðræður við Árneshrepp til norðurs sem þegar hefur lokið sínu ferli hjá Byggðastofnun. Valgeir er bjartsýnn en segir íbúana mikilvægustu þátttakendurna. Þeir eru drifkrafturinn sem við þurfum til þess að hér verði eitthvað. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Hitatölur voru yfirleitt nokkuð háar í dag miðað við þennan árstíma. Fóru hæst í rúm 16 stig vestanlands og mældu afar fáar veðurstöðvar frost síðastliðna nótt. Allt bendir til þess að áfram verði milt næstu daga og þá sérstaklega á norðausturhorni landsins. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum. Íslenska karlalandsliði í fótbolta mátti þola tap gegn sterku liði Úkraínu í gærkvöld. Við heyrum hljóðið í leikmönnum eftir leikinn. Næsti leikur Íslands er við Frakkland á mánudag en þar verða Frakkar án stórstjörnunnar Kylian Mbappé. Við lítum við á Íslandsmótinu í klifri þar sem ríkjandi Íslandsmeistarar mættu til að verja titilinn. Og Sara Rós Jakobsdóttir og Nicolo Barbici urðu á dögunum fyrsta íslenska dansparið til að vinna silfurverðlaun á heimsmeistaramóti Alþjóða danssambandsins. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir skamma stund. Áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Aldrei hafa fleiri afplánað dóma á Íslandi fyrir manndráp eða tilraunum til að ráða öðrum bana. Breyttur fangahópur kallar á breytta starfshætti, segir fangelsismálastjóri. Þannig að þetta hefur tvímælalaust áhrif á öryggi í fangelsum. Mikil eyðilegging blasir við Gazabúum sem snúið hafa aftur til heimkynna sinna í tugþúsundatali í dag. Hjálparstofnanir segja verkefni sín á Gaza rétt að byrja. Það er óhjákvæmilegt að setja ný útlendingalög og stöðva stjórnleysi sem ríkir í málaflokknum, sagði formaður Miðflokksins við setningu landsþings í dag. Hann gerði þjóðrækni og heilbrigða skynsemi að leiðarstefi ræðunnar. Nýr formaður var kjörinn á landsþingi Þroskahjálpar í dag. Hann segir forgangsmál að styrkja og efla samtökin allt land. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir birtast jafnóðum á RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina það sem af er þessum degjum leið og við vonum að þið njótið kvöldsins. Við kveðjum ykkur með myndum sem Guðmundur Bergkvist myndatökumaður okkar tók í fallegu haustveðri á Þingvöllum og dögunum. Verið sæl.